Úlfar Jónsson, hvað, sexfaldur Íslandsmeistari, ekki rétt? Jú, mikið rétt. Allt á seinustu öld. Allt á seinustu öld. Já. Og byrja, það ekki rétt? Þú varst að keppa í fyrra, eða ekki? Á Íslandsmótinu? Hittifyrra. Í oddinum. Já. Ok, en hvað, kom ekki til greina eins og í ár? Þú veist hvað? Nei, ég held að þessi kafli sé bara liðinn, sko. Já, ef ég spyrði þá fyrir þá þessum 2 árum í oddinu, varstu með drauma og væntingar þá, eða? Já, ég reyndar gerði hennar ráð fyrir að ganga aðeins betur en við gekk þá. En fékkst á baukinn, eða? Já, maður svona finnur að maður er ekki alveg í keppnisformi fyrir svona stóran viðburð. Maður er góður í bara þessu daglega spili og léttum mótum, en þetta var svolítið stærri umgjörð í kringum Íslandsmótið, eins og á að vera. Eins og á að vera. Og þú náttúrulega fékkst hann, er ekki bara dálítið mikill heiður að fá þetta að taka, opnunarhöggið? Jú, þetta var bara mikill heiður fyrir mig og bara virkilega skemmtilegt og svo lukkaðist höggið ágætlega. Já, ég ætlaði að spyrja þú. Frá þessu ágætlega. Já, ég ætlaði að spyrja þú, ég var náttúrulega ekki mættur, þannig að dræfið gekk vel. Já, það gekk bara mjög vel. Og þú auðvitað heldur því fram að þú hefði pottið byrjað á fugli með hvernig dræfið var, eða ekki? Sko, já, fuglinn lá alveg bara beinn og léttur fyrir, sko. Einmitt. Og ef þú svona rifjar upp kannski 6 titlar og þú varst nú svo sigursælisti fram til hvað? 2016, hvenær tekur Birgileifur fram á þér? Sko, seinasti titillinn sem ég vann var 92 í Grafarholtinu. Svo gerist ég atvinnumaður og við atvinnumenn máttum ekki keppa í Íslandsmótinu þangað til eitthvað 2010, cirka bát, mann er rétt. En jú, Birgileifur kom þarna fljótlega eftir og hann á 7 titla. Já, hvaða ár er það sem hann... Björgvinni Þorsteins. Já, hvaða ár er það sem hann fer... Já, þú og Björgvinni í jafnmarga. Já. En þú þarft nú ekkert að vera eitthvað að berja þér að brjósta, halda þér fram að ef að sömu reglur hefðu gilt þegar þú varst, menn að Birgileifur var atvinnumaður meira og minna þegar hann tekur sína titla. Finnst þér ekki ansið líklegt þú hefði bætt einhverjum titlum í sarpinn? Það er ekki gott að segja, en ég... Það er allavega ekki hægt að segja alls ekki. Ég er rosalega sáttur við mína 6 titla. Ég er bara, Einmitt. Geti ekkert kvartað yfir. Og þeir koma á hvað er þetta, 7 ára tímabili? Já. Fyrsti hvað? 86 í Leirunni, þá var ég tæplega 18 ára, þannig ég er víst yngsti Íslandsmeistarinn, það er eina meti held ég sem ég eigi eftir. Ok. Í þessu brasa. Þú ert yngsti kall Íslandsmeistarinn. Hvort að ég tók viðtalið Röggu sig tók ekki Perla fram úr henni. Ég held að hún hafi bætt metið hennar Röggu, en allavega, þú ert allavega yngsti kall Gylfingurinn. Ég man að Ragga var bara 15 ára þegar 15-16 eitthvað, já. 15-16, hún segir 85. Ok. Og ef þú, er það þá kannski svo titill sem þú svona, eftirminnilegastur eða hvað? Fyrsti? Fyrsti var gríðarlega, alltaf gaman að vinna í fyrsta sinn. En svo held ég að hafi líka verið í Grafarholtinu, 7. titillinn. Það spilaði ég líklegast mitt besta golf í Íslandsmóti. Já. Það var mikill í baráttu við Sigurðinn Arnarsson og fleiri. Og titill á Akureyri þegar ég þurfti að setja niður pút til að komast í bráðabanna við Ragnar Ólafsson og laga hann síðan bráðabanna. Það var árið 90 ef ég maður rétt. Já. Það er líka stendur upp úr á þessum. En allir eru sætir. Þeir eru allir sætir, vantarlega. En eins og ég segi, við erum ekki nema, veitu hvað ertu gamall, 17 18. árið eða? Já, ég var tæplega 18 ára, það var 1986. Já, allavega komin með hann bílprófið, allavega. Jú, mikið rétt. Já. Ok, og já, byrju, hvað þú vinnur, hvað, tekur 4 í röð, eða ekki? Ég tók 2 í röð. 2 í röð? Svo 86, Siggi Sig, hann vann í Grafarholtinu 88 og svo tók ég 4 titla í röð. Svo tókstu 4 í röð. Og þú ert kannski svona hófari, mér finnst nú ansi líklegt, þú varst nú það góður á íslenska mælikvarða að ef þú hefði keppt þessi ár sem ert komin í atvinnumennsku, þú hlýtur að koma til greina þá. En það er þetta ef og hefði, ef maður hefði þær frængur alltaf með sér í liði, þá varum maður í toppmálum. En hvað heldurðu með
sko þegar þú sérð þessu ungu gaura í dag og til dæmis formaðurinn hjá Keili minnist á Mána, hvort hann 15 og 16 ári eða hvað. Eru þessi strákar á allt öðru level heldur en þú varst þegar þú ert 15 og 16? Hvernig metur það svona? Já, það hefur svo margt breyst. Já, þjálfunin náttúrulega Þjálfunin allt öðru sig. Þegar ég var að byrja í þessu, þá var ekki mikið golfkennslu. Og hvernig var þetta yfir veturinn þá? Hvað gáttu þið verið að gera? Var maður bara heima í bílskúrnum og slá plastbolta í hurðina. Já, bara sjálfur og engin þjálfun. Svo fór maður hérna út af Hvaleyri þegar það var þokkalegi dagar. Já, og þetta þinn heimavöllur, eða ekki? Hvaleyrin þinn heimavöllur? Já, hérna ólstu upp, hérna Hvaleyrivellinum. Já. Og hérna á ég mjög góðar og margar góða minningar frá Hvaleyri, margt hefur breyst. Það aðeins ein hóla eftir frá því þegar ég var að alast upp sem svona í líkingu við það sem þegar þú varst að byrja. Og hvaða hóla það? Já, hún í dag svo 13. par 5 hólan meðfram sjónum. Einmitt, Já, þannig að það var... En við skulum samt rétt að taka það fram að við erum að tala 45 ár cirka. Þannig að þetta svolítið langur tími. Já, þannig að það þótt að nú væri þótt að hlutina hafi. Já, einmitt. Þannig að það raun ekki sanngjarnt að vera að miða 15 ára gaur í dag með þegar þú varst 15 ára. Þetta eins og að bera saman epli og appelsínur eða ekki? Jú, algjörlega. Það sem var gott við þann tíma að hvað voru fáir í golfi og maður hafði völlin svolítið fyrir sig og krakkarnir sem voru hérna. Einmitt. Þannig að við gátum verið mjög mikið út af velli að læra. En á móti það var ekki svona vetraraðstað eða jafnvel þjálfun. Nei. Og þannig að þróun búin að vera mjög jákvæð. Það svo miklu fleiri, breiddin miklu meiri og gæðin hafa aukist alveg gríðarlega. Í allir þjálfun og búnaðan alltaf allt þetta, þessi golfhermar og við sjáum það bara í mótin í dag forgjöfun hefur aldrei verið jafn lág til að komast inn í mótið. Einmitt. Þannig að En ef maður spyrja þig út í þig, hefur þú ekki bara verið þá atvinnumaður í golfi nánast alla þinn vinnu ferilega hvað? Jú, það má eiginlega segja það. Ég gerist atvinnumaður, ég hef verið þá 25 ára gamall, eitthvað svoleiðis. Og þá ertu að keppa, eða ekki? Já, ég keppa og hvar ertu mest að keppa? Ég var að keppa í Svíþjóð á Echo mótaröðinni. Já. Þessi ég Telia Tour þá, ég skal segja Nordic League Echo Tour í dag. Hlynur Bergsson var einmitt að vinna móta þeirri mótaröður í dag. Þannig að koma að því. Shout out til Hlyns Bergsson til hamingju með það. Vel gert. Og ég var það og hvernig gekk þér í atvinnugolfinu? Mér gekk, annað árið gekk mér bara mjög vel. Náði nokkrum topp 10, tapaði bráðabæri í einu móti. En svo lenti í meiðslum og svona misti svolítið taktinn eftir það. Þannig að ég átti afleitt ár seinna árið mitt sem keppniskylfingur í atvinnumennsku og svona fljótlega eftir það þá ákveð ég bara að snúa mér að öðru. Ég hafði lært viðskiptafræði og markaðsfræði þannig að ég fór að starfa við það í einhver 8 ár en golfið var aldrei langt undan þannig að ég var alltaf svona aðeins að þjálfa og kenna og svo ákveð ég bara fyrir 20 árum að snúa mér alfarið að því að þjálfa og slíkt. Já, í golfi, þannig að þú ert búinn að vera atvinnumaður í golfi, ekki að kalla það bara. Kláraði PGA-nám. Já, kláraði PGA-námið, já. Og hvað, ertu búinn að vera að vinna, þú ert í dag hjá, golfklúbbi Kópavogs og Garðabær, hefur verið þar alveg í þessi 20 áriða? Ég hef verið þar samfleytt í 20 ár. Já, og hvaða stöðu gegnirðu? Sko, ég var íþróttastjóri, þjálfari meistaraflokks til að byrja með, svo var ég íþróttastjóri í einhver 15 ár en seinustu 2-3 ár hefur verið þjónustustjóri. Sjáum bara þjónustu við hinn almenna félag og allt mótahald og svona fréttaflutning frá Málefni klúbbsins og fleira. Og sá klúbbur eins og hérna og Grafarholti og þetta náttúrulega sneisafullt, biðlisti alveg fram á næstu öld eða nánast eða... Þetta ótrúlega golfsprengja sem búin að eiga sér stað undanfarið. Hvernig skýrir það? Það golfsprengjurnar undanfarið. Hvernig skýrir þú svona þessa golfsprengju, þessi undanfarið ár? Það margt sem kemur til. Það náttúrulega bara umfjöllun golf hefur verið mjög góð og
svo mesta aukningin kannski meðal fólks kringum 50, það svona oft, þetta tilvalið hjónasport og það ekki hægt að finna betra fjölskyldusport heldur en golfi. Mjög einfalt. Og ertu að sjá fleiri konur, ég veit ekki, Grindavík til dæmis var sprenging og ekki út af hann Helga Dan, Helgi Dan vill meina hann hafi laðað konur að, það bara tilviljun. Já, það svo gott kvennastarf í svo mörgum klúbbum. Það mjög duglegar að halda utan það konur sem koma inn í golfíþróttina og þannig að konur svona 30-35% yfirleitt í klúbbunum en held ég mun duglegir að spila svona heldur en kallar upp til klúbbunum. Og var þetta ekki líka dálítið þegar þú ert að byrja, þetta ekki dálítið mikið svona kallasport þá? Jú, þetta var fyrst og fremst kallasport sem alveg forhaldaði okkur þetta ekki kvennasport. Eiginkonur sem bara ákveða eða ætlaði að sjá eiginmanninn eða börnin, þá ákveða að byrja í golfi, það var svona eins og með móðu mína og það var bara eina leiðin til að sjá okkur feikana. Bara hella sér í golfið. You can't beat them, join them. Já, nákvæmlega, einmitt. Ok, kannski bara rétt í lokin, hvernig það náttúrulega meira krefjandi, hvernig hefði dræfið hjá þér verið í gær í þessum vindi? Bara strikkbeint? Það var þráðbeint í gær, á miðabraut. Kannski 240 metrar, ef ég fæ gott rúl. En hver svona, þetta frábær spilamennska hjá Axel og Dagbjört í gær og öðrum kylfingum náttúrulega líka. Við sjáum nú væntanlega ekki svona skor í dag, það hæpið. Hver svona þín tilfinning? Hver að fara að taka þetta kallamegin og þá kvennamegin líka? Sko, það alltaf erfitt að segja einhver nöfn, en eftir fyrsta dag, ég meina Axel náttúrulega heimavelli, þó að þessi völlur alveg nýr, þannig að þetta ekki jafn mikið heimavöllur fyrir Axel eins og kannski hann var einhvern tímann, þó svo hraunir sig alveg eins, en það var svo mikið að nýjungum á seinni nýju. En Axel náttúrulega þrefaldur meistari og hann kann þetta alveg. Dagbjört búin að spila mjög vel undanfarið. Tómas búin að vera heitur í sumar. Tómas gríðarlega öflugur, Sigurður Arnar alltaf sterkur, hann á eftir að vera þarna í toppnum. En hjá konunum? Svo Aron Snær, ríkjandi Íslandsmeistari. Ég held að þegar það svona vindur, ég held að það muni henta honum vel. Þannig að hann á eftir að færast upp. Hann þessi vindspilari frekar? Já, hann kann að stjórna boltanum í svona... Ok, það skiptir miklu máli þegar aðstæður eru svona náttúrulega. Og kvennamegin, þá myndi ég segja Hulda Klara, hún á eftir að vera þarna. En hvernig ef ég má spyrja þig, hvernig fyrir þig? Þú ert uppalinn hérna, en þú ert búin að vera í vinnu í 20 ára fyrir GKG, með einhverjum helduru? Ég held bara með góðum golfara. Ég styði alla flotta kylfinga. En ekki dálítið gaman eins og þinn klúbbur, þið báðu Hulda Klara GKG, ekki alltaf dálítið gaman að eiga Íslandsmeistarann í högleik, er það ekki? Þetta ákveður svona ákveður montréttur eða ekki? Mjög lyftistöng fyrir klúbbinn og þetta svo flotta fyrirmyndir fyrir aðra unga og eldri líka kylfingar. Þannig að þetta verður gríðarlega skemmtilegt mót. Veistu hvað? Ég har aldrei séð svona flotta umgjörð. Þetta er rosalega flotta umgjörð. Þannig að ég held að þetta eftir að verða... Og ég skal Huldur heita því, eins og þú nefndir, golf orðið svo gríðarlega vinsæl íþrótt á Íslandi. Það hljóta bara allir, þeir sem komast ekki, fá ekki bílastæði og komast hérna til þess að sjá þetta bara berum augum. Þeir hljóta að vera límdir fyrir framan skjáin og fyrir framan tölvuskjáin að horfa á kylfing, lesa viðtöl á kylfing. Já, eftirlega. Bara það er frábær fréttarflutningur frá ykkur á kylfingi og golf.is og svo náttúrulega RÚV með sínar frábæru beinu útsendingar. Hvað segja veðurgunnir morgundaginn og sunnudaginn? Er þetta að fara að verða svona? Þá verður bara fínasta veður og ég held að ég verða aðeins minni vindur til þess að við séð einhvers þar. En það vil nú oft blása hérna svolítið út á það hefur komið fyrir, eða ekki? Jú, þannig að það má... Eins og við grínust oft með Grindavík, það kemur fyrir að lognið hérna ferðast á smá hraða, eða ekki? Og það er ekki alltaf sama veður hérna eins og heima í garðinu, einhverju við sagt, sko. Nei. En þannig að þetta mun svolítið reyna á tækni kylfinga að stjórna golfboltanum, fluginu og síðan náttúrulega verða púttin erfiðari ef það er vindur. Einmitt. Því að flatirnar eru lúmskar, það er ágætis hraði á flutunum. En von á bara frábæru og spennandi móti, eða ekki? Heldur betur. Þetta verður
eintóm veisla. Frábært, takk hérlega fyrir.